Já, góða hlustendur, velkomin í Rauðaborðinu á mánudegi, miðjan júní, snemmsumars, snemmkreppu. Við sittum hér og reynum átt okkur á þeim áhugaverðum tímum sem að við lifum, sem að einkennast af faraldri og kreppu og upplausn og uppreisn hugmynda. Og til þess að glöggva okkur á því, þá köllum við hér alltaf öll virkvöld saman fólk. Það hjálpa okkur að skilja heiminn. Núna vill svo til að það mest ungt fólk sem hérna við og eiginlega einvörðugt fólk sem hérna við borðið. Það Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir sem sviðslistakona og uppistandari, Snorri Másson sem blaðamaður og podcastari, Línus Orri Gunnarsson Sederborg sem trésmiður og músikant, Hjörvi Sjött sem námsmaður, Díana Katrín Þorsteinsdóttir sem heimavinnandi móðir, eins og reyndar Salvör sem með lítið barn, og Þorvarður Bergmann Hjartarson sem atvinnulaus tölvunarfræðingur og stjórnarmaður í VR, kornungur stjórnarmaður, kannski táknmynd endun í verkalýðshreyfinguna, það kemur ljós seinna. En ég ætla að byrja á því að spyrja þig, Díana Katrín, því að þú varst eiginlega í fréttunum í vikunni. Já. Hélst þar svona mónólóg á þinni síðu sem var dreift út víða fréttaveitunar, þar sem að þú varst að fjalla ekki bara rasisma sem birtist í myndbandi sem var tekið af Pétri Jóhann og vinum hans, heldur ekki síður svona hvernig fjölmiðlarnir matreiddu þegar sem að benti á þetta. Hvað getur sagt mér svona hvað svona eftirmála þessu fyrir þig hversu víða þetta fór? Já, þetta var bara, mér varst magnað hversu margir sá þetta, ég var aldrei að búast við því og síðan fekk maður bara útrúlega falleg skilaboð og fekk mjög mikið frá fólki sem eiga til dæmis börn frá asískum uppruna og meðal annars börn og bara konur og kallar með asískan uppruna sem voru að segja að þetta bara nákvæmlega það sem þau lentu líka í og að þau voru svo hrædd að segja eitthvað því að var líka skotið þau niður og því að það væri bara djók. Og þá sér maður svolítið svona heildarmyndina, að það mörg börn og bara fullorðið fólk að lenda í einelti út af djókum og það líka skotið þau niður. Þannig að þetta var svona, maður fékk mjög mikið að skilaboðum og það áttaði maður líka bara sjálfur á hversu margir þetta voru. Mér fannst fólk taka rosalega vel í þetta og bara svona opna augun hjá mörgum sem að til dæmis hafi ekki áttað sig á því að þeir voru að nota rasisma og hafi ekki alveg séð heildarmyndina og þegar þeir heyra frá einhverjum litum að segja sína sögu, það miklu persónulegra og miklu meira svona að fara að sjá skilur hvernig það að vera hin manneskjan bak við borðið. Mér fannst það akkurat vera mjög svona sterkt að gera það, að leyfa fólki að heyra, hvernig þetta í rauninni að vera bara hin manneskjan. En svo kom það líka fram með að hversu svona litlar varnir fólk fær eins og kennarinn þessu að benda fólki á bara þátt eins og þetta sé í lagi og samþykkja það raunverulega með að hlæja með. Já, það mjög mikið þannig, og ég akkurat eins og ég sagði, það aðri krakkar búin að senda mér og foreldrar og eitthvað, kennarinn segja nákvæmlega sama við sáböð og síðan bara fullorðið fólk bara takk þessi bara sem djóki, þeir eru bara eitthvað að fíflast, og síðan hefur fullorðið fólk fyrir að hlæja með, og þetta bara svona normalæsa. Heldur það að sé munur á því hvernig þú upplifir þetta? Nú kornung kona, en það samt einhver ár síðan að þú varst unglingur og barn. Heldur það að sé munur á því núna? Breytingin hröð? Heldur það að sé munur á því hvað fólk var að heyra 12 ára í dag heldur en þegar þú varst 12 ára? Já, eru það skána? Ég eiginlega að spyrja, eru það skána? Nei, ég myndi ekki segja það, alls ekki. Það bara, það eru fleiri að stíga fram og segja kannski eitthvað og þá það náttúrulega bara skotið niður strax, þannig að það ekki verið að fjalla þetta. Út af því að eins og maður sér bara Binni Glý postaði svaka story bara daginn þegar rapparinn eða söngvarinn setti mynda sér, við erum með grími fyrir framan asískan strák í Bónus og það var bara þaggað niður á einum degi. Þetta var umræða í 12 klukkutíma max
og það var ekki lengra en þá. Þetta var alveg svona, og þá var fólk byrjað að stíga fram og segja söguna sínar og bara koma fram með, þú veist, að þetta væri rasismi og þetta væri illa gert, en þú veist, þetta, já, eins og ég sagði, þetta endist í 12 klukkutíma og öll svona dæmi þú veist, ekkert með langt hérna skjálíf. En varðandi ástandið sem í Bandaríkjunum núna, sem að Bandaríkjunum svona loka, og það mætti segja það, hefurðu væntingar það að þetta sé kannski það sem að veldur því að þetta verði ekki svona bara uppsótt á netmiðlum í 3-4 daga og svo hverfið það, heldur gæti þetta mögulega orðið til þess að þessi mál myndu hlaðast upp og ná einhverju breytingu? Já, það akkurat eins og að Black Lives Matter í þú veist, þannig Bandaríkjunum. Mér fannst það vera geggjuð opportunity, skilur, til að koma þessu fram og bara fullkomin tímasetning út af því það eru bara, þú veist, allir að posta og það eru allir að tala þetta og það eru allir að standa upp fyrir þessu og síðan sama fólki að gera djók af einhverju sem rasismi gagnvart okkur. Þú veist, að láta fólk átta sig á því að það fara að standa upp fyrir þessu, stattu þá upp fyrir hinu líka, því þú getur ekki verið að standa upp fyrir rasismi gagnvart einu en ekki hinu, því þá ertu bara ennþá sami rasisti. Þú veist, þetta bara, þess vegna fannst mér svo gott út því fólk að fræða sig, fólk að lesa þetta, kommenta, posta, þá getur það í rauninni ekki verið að fara á móti það sem við erum að segja út, því það bara að standa upp fyrir nákvæmlega sama bara gagnvart einhverjum öðrum. Þannig að mér fannst þetta bara fullkomið tækifæri til að loksins hafa þessu umræðu lengri, þú veist, það sem í gangi hér, ekki það sem í gangi, þú veist, bara í Bandaríkjunum. Það ekkert mikið sem maður getur gert þarna úti, þú veist, nema náttúrulega að dreifa upplýsingum, en hér á landi, þú veist, að breyta allavega einhverju hérna. Snorri, þú ert blaðamaður, heldur að séu breytingar á því hvernig fjallað rasisma á Íslandi núna en bara fyrir ári, 2 árum, 3 árum, heldur að athyglin sem að þessi mál vekja, eða fréttir af Bandaríkjunum vekja út allan heim, geti svona þroskað umræðuna hér? Sko, já og nei. Ég held að það sé erfitt ennþá að ég hef bara verið í vinnunni síðustu vikur og bæði að skrifa þetta tiltekna mál og náttúrulega Bandaríkin, sko. Og það náttúrulega, þú veist, það ein rétt leið, en það náttúrulega líka margar réttar leiðir. Ég meina, þú átt væntanlega taka stöðu með réttlætinu, en það náttúrulega líka erfitt bara að feta það alltaf alveg rétt, sko. Það náttúrulega alltaf einhverju sem óánægð með þig. Ég held að í flestum miðlum, sko, þegar Péturs Jóhanns myndbandi hafi svona farið á flug á samfélagsmiðlum, þá hafi orðalagið verið einmitt þetta, að hann sé sakaður kynþáttafordóma. Það fyrirsögnin, það ekki, þú veist. Og sem Erla sakjar það, þannig að hún eiginlega gerandinn í málinu. Einmitt, og það hafði nú bara verið einhver umræða aðeins fyrr þá viku einmitt svona fyrirsagnir, að bara, þú veist, fyrirsögnin og aðalfrétta.is að það sé ásökun rasisma. Ég held, sko, á sama tíma og það væri auðvitað æskilegra að vera beinskeyttar í fyrirsögnum, þá þetta náttúrulega líka bara leið fréttamanna til að verja sig frá, sko, distansera sjálfa sig frá umræðinu og segja bara þessi að segja þetta þennan skilur, ég ekki að taka afstöðu og hverjum finnst afstöðuleysi fréttamanna, þá það náttúrulega líka bara eilíft vandamál, hvar hann á að staðsetja sig í umræðinu, sko, og ég held að sé mikil viðleitni hjá íslensku fjölmiðlafólki til þess að fara réttum höndum með þetta. Og ég held að rétt umræða og bara svona róleg, ég segi ekki róleg umræða, en svona bara einhver yfirveguð kritík það hvernig við skrifum þessi mál, bara muni þoka miklu í rétta átt, sko. Og sömuleiðis líka bara að fólk sé brjálað. Ég held að, þú veist, að fólk sé brjálað yfir fréttinni sem hún skrifar, það bara kemur þér alltaf í einhverja svona stöðu og veldur því, ég meina að það var líka mikil umræða hérna daginn bara til dæmis fréttir sem kom á mbl.is notkun N-orðsins. Í einhverjum tilvikum þá hafði viðmælandi farið sérstaklega á leit að orðið væri birt í þeirri mynd sem það birt, þess að það var stafað út N-orðið bara innan gæsalappa. Þar fór bara fram mjög lífleg umræða hvað væri rétt og hvað væri rangt. Ég held að þetta myndi aldrei sést í bandarískum fjölmiðlum, en þetta sést ég sá þetta bara líka í dönsku blaði í, þú veist, berlínskri núna, að þetta var stafað út eins og þetta var gert í okkur, sitt sýnist hverjum, sko. En ég held samt, sko, ég held að það sé mikil viðleitni fyrir hendi til þess að gera þetta rétt, sko. Það getur verið flókið að gera rétt í skökkum heimi.
Ég meina, þú hefur ekki alveg viðmiðanirnar og oft verður það tilhengi svo að þú ert að reyna að miða við að skakka og einhvern tímann þurfa fólk að taka ákvörðun það annarkvort gerir þetta svona hægt og rólega, reynum að aflaga hérna skökku mynd eða við bara rífum okkur upp á rassinum og gerum þetta allt öðruvísi. Já, og það er náttúrulega líka sjónarmið, en þá er náttúrulega spurning sko hvaða öfl standa baki í fjölmiðlum sem keyra slíka byltingar út. Ég meina, við vitum bara hvernig íslensk fjölmiðlaumhverfi lítur út. Ég meina, það er ekki ritstjórnarstefnu helstu fjölmiðla Íslandi að keyra út slíka byltingu, en hins vegar held ég sko að bara starfandi blaðamenn sem eru bara á gólfinu að skrifa fréttir, þau eru bara öll að vilja gert til þess að gera þetta rétt og skrifa. Ég meina, það voru 100 mismunandi leiðir sem ég skrifaði held ég það hvernig George Floyd var drepinn. Þú veist, stundum var fólk brjálæði verið að hann hafi dáið í höndum lögreglu, stundum var fólk brjálæði verið að hann hafi verið drepinn af lögreglu, vegna þess að sko, ef þú segir það sem raunverulega rétt í málinu, að hann var drepinn í höndum lögreglu, eða drepinn af lögreglu, lögregla drap George Floyd, hvernig sem orða það. Ef þú segir það sem rétt, þá getur líka gert ráð fyrir því að það komi gagnrýni úr hinum átturum, og þetta eru oft valdamiklar áttir. Það sem að kemur íhaldsum gagnrýni sem segir, hey, hættu að segja sannleikann, og ég held að það sé líka eðlilegt að blaðamenn, sko, ungi blaðamenn að whatever, sem eru réttsinnir, að þeir kvekkist við slík viðbrögð, sko. Það var valdamiklum áttum líka, sko. Hittur úr uppreisna áttinu, það er eiginlega auðveldara að sópa henni á öxlinni, sko, myndi ég segja, sko. Það var annað mál sem var núna í fjölmiðlum nýlega, landamæra eftirlitsbíllinn, og þar var á RÚV.is frétt þar sem að var gefið lögreglumanni tækifæri til að tala þetta og hann segir meðal annars þá nippum við í þá og ítum þeim út og segir við erum að stöðva bíla með rúmunum og albönum. Þetta finnst mér miklu frekar að vera típist fyrir íslenska fjölmiðla. Ég meina að fjölmiðlamanneskjan þarna hafi ekki spurt hvað meinaru, ertu að dæma fólk eftir því hvernig það lítur út, hvaða þjóðerni þú ert að gera ráð fyrir það sé, þú veist, og þetta er eitthvað, þetta er mjög algeng orðræði með lögreglunar, þeir tala pólverja bíla og svona, og það að fréttamaður sem er að taka viðtal við lögreglumann landamæra eftirlit skuli ekki spyrja og ekki setja neinar áskoranir þegar einhver talar svona. Þetta finnst mér miklu algengara, miklu. En ég held að þeim blaðamanni til varnar, þá var þetta náttúrulega bara mjög athyglisvert viðtal og ég las þetta fyrst og ég hugsaði bara, var hann að segja þetta off the record? Þú veist, ég skildi bara ekki að hann hefði farið svona fram svona hreinskilnislega, þannig að einmitt, jú, það má auðvitað alltaf spyrja betur og spyrja nánar út í hlutina, en þetta var náttúrulega bara gríðarlega afhjúpandi sem slíkt, þetta viðtal, fannst mér. En fylgdu fjölmiðlar þessu eftir að þetta væri svona, að þetta væri frétt að löggan hefði sagt þetta? Ég hef bara séð þetta í fólk að tjá sig á samfélagsmiðlum, ég hef ekki séð fréttir beint þetta. Ég hef oft, þú veist, svona hlutum ekki vera fylgt eftir. Vísir fylgdi þessu eftir með frétt þessa frétt, Vísir fylgdi þessari frétt, Silju Hall held ég tók viðtal við lögreglustjórann þar sem hún spurði hana út í þessu ummæli og hvort þetta samræmdi stefninu. Lögreglustjórinn hálfpartinn dylgjaði störf blaðamannsins á RÚV og sagði að viðkomandi blaðamaður hefði sleppt út einhver öðrum þjóðurnum sem hann nefndi, en ég hef meira að tala persónulega við blaðamanninn sem skrifaði þessa frétt á RÚV og hún sagði að svo var ekki, Já, og hann hefði líka verið með fordóma gagnvart öðrum þjóðum. Já, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það fór fram. En ég held samt, eins og þessar fréttir, þær séu til marks bara bót í þessum málum. Ég meina, þetta hefur verið gert á Íslandi alltaf tíð að koma svona hræðilega viðbjóðslega fram við flóttamenn, en þetta er að verða meira og ég held að umræðan í fjölmiðlum sé að verða meiri. En þetta er náttúrulega líka eins og þegar fólk segir að réttindi svartara í Bandaríkjunum séu að verða meiri, þau hafi orðið gríðarlega betri. Við þurfum alltaf að gera miklu, miklu betri, það er alveg á hreinu, Díana, hvað finnst þér þetta? Já, algjörlega. Þú veist, það er alveg verið að fjalla mikið þetta, þú veist, til dæmis eins og flóttamenn og svoleiðis. En já, ég veit ekki alveg hvað ég var að segja. Jæja, Tjörfi, hvað segir þú? Þetta er eitt af málum okkar daga. Það er eiginlega hvernig samfélögin ætla að lækna sig
inngrónum rasisma? Já, þetta alltaf merkilegt ástand í Bandaríkjunum og það einmitt spurning hvort að verði einhverja breytinga núna eða ekki, af því að þetta nú ekki fyrsta skipti sem að verða svona óeirðir vegna svona mála. Náttúrulega það var Ferguson árið 2014 og þar á undan voru þarna LA Riots 91. En náttúrulega munurinn sá núna að það meiri undirliggjandi ólga í samfélaginu held ég í Bandaríkjunum og mjög mikið reiði yfir Trump-stjórninni. Þannig að þetta vissulega öðruvísi núna en þetta var 2014 og fyrr og þetta virðist alltaf vara þetta einhvern veginn djúpstæðara þessi ólga og reiði og þetta auðvitað ekki bara út af máli George Floyd sem auðvitað mjög sorglegt mál heldur þetta núna að blossa upp alveg bara út af þessum undirliggjandi málum sem hafa verið lengi. En þessi vilji í samfélagunum til þess að einhvern veginn búa til svona vendingu hvort við getum einhvern veginn farið að feta okkur í alvörunni braut út úr þessum kerfisbundna rasisma eins og sést til dæmis þegar verið að leggja niður lögregluna eða reyna að búa til einhverja nýja lögreglu sem með einhverjum öðrum ætti. Það eru svona ýmis merki að það sé ríkur vilji í samfélagunum til að snúa við blaðinu. Þetta ekki alveg eins og áður að því leyti. Það sterkari undiralda og meiri vilji fyrir lengra inn í almenna umræðu. Þetta því leyti stærra mál. Hefur þú trú á því að það endist, að þarna bakvið sé raunverulegu vilji til þess að við losnum einhvern veginn út úr þessu kerfisbundna rasisma. Málið náttúrulega að þessi kerfisbundni rasismi innbundinn í kerfið og það þurfti raunin að breyta kerfinu til þess að losa sig alveg við hann. En það alveg rétt að það eru ákveðnir aðilar, það ákveðnir vilji til þess að bæta og það eru fréttir frá Minneapolis að þeir vilji til dæmis skera niður til lögreglunar eins og þau verða að tala defund the police. En aftur á móti þá eru republikanar við völd í Bandaríkjunum og Trump-stjórnin og ég held að þeir séu ekki fúsir til þess að vilja breyta neinu, þeir munu streitast á móti. Þannig að svo lengi sem að breytingarnar kom ekki efst frá toppinum þá held ég að það verði ekki miklar raunverulega breytingar, bara eitthvað svona yfirborðskennt Og það náttúrulega mjög mikið backlash í gangi frá hægrinu og frá íhaldsöflunum og í Bandaríkjunum og sem að náttúrulega svipað á sér hliðsagnir í sögunni eins og frá millistríðsárunum að það eru kreppur og efnahagslegar þrengingar og þá rísa þessi svona nýfasísku öfl upp til að streitast á móti og einhvern veginn vilja horfa aftur í fortíðina og það mjög sterkt í gangi núna. Við sjáum það allan heim þessa upprisu þjóðnistpopulista og nýfasískra afla og þeim gengur henni með vel að vera að ná miklum árangri þannig að ég líta það sem helstu mótstöðuna gegn breytingum. Við viljum fara áfram en þessi öfl sem að ná völdum þau vilja fara aftur á bak. Já, og við höfum ekki þolinmæði en við bara spyrjum hvor mun vinna? Það mjög góð spurning. Við vitum hvernig það fór síðast. Það þurfti mikil átök til að vinna. Það þarf ekki til að vinna þetta getur líka bara dáið út án þess að einhvað sé einhver niðurstaða í konfliktinum. Þá vinna þeir sem vilja óbreytt ástand. Jú, það alveg rétt þér. Ég hugsa svolítið til Búsó og hvað margir upplifðu mikla möguleika þegar að það stóð sem hæst og fólk var einhvern veginn farin að virkilega ímynda sér eitthvað annað Ísland og svo var bara tilkynnt að það væri kosningar og þá bara búið og allir fóru heim og fullt af fólki sem leiti kringum sig og bara var það þetta sem við vorum að berjast fyrir að hafa kosningar eitthvað 2 árum fyrr var það þess vegna sem við vorum að þessu? Mér finnst að fyndið þetta sem kallað búsáaldabyltingin, þetta var bara stjórnin fóru frá og nýja kosningar. Er það bylting? Það alveg viljandi að segja bara búsó. Já, nákvæmlega Mér er svolítið skondið að kalla þetta byltingu, en þetta kallað bylting þegar að stjórn segir af sér og búa til nýja kosninga. En þá velti ég fyrir mér hvað gæti komið þannig í Bandaríkjunum og mér dettur eiginlega ekkert í hug sem að stjórnaröflin, ríkisvaldið getur boðað sem að fær fólk til þess að friðþægjast. Já, samt alveg
Já. Þú veist, mér finnst áhugavert að þið séu, þú veist, að tala að defund the police. Mér finnst það eitthvað svona mjög framúrstefnulegt með Bandaríkin. Ég bjóst alls ekki við að það er búið að tala í Minneapolis að það eigi að gera eitthvað svoleiðis. Svo veit maður ekkert hvort það gerist. En mér finnst líka, þú veist, þess að fyrir Ísland bara áhugavert að geta farið inn í þessu umræði. Mér finnst alls svona konsept og hugmyndir svona eiga aðeins meira brautargengi strax núna sem áttu það ekki bara fyrir mjög stuttu. Bara eins og það að vera eitthvað annað en með hlutverki lögreglunar á Íslandi hefur alltaf verið mjög tabú. Mér finnst því svona aðeins meira vera hægt að ræða það, þú veist, að setja spurningamerki við hlutverk lögreglunar, valdbeitingu lögreglunar núna en var hægt bara fyrir mánuði síðan. Þannig ég svona að vona að það geti breytt einhverju. Já. Og svona við erum að setja meira spurningamerki á það. Ég held einmitt að sko, þessi umræða fer í gang hjá okkur held ég fyrst og fremst á Twitter eins og við höfum verið að segja á samfélagsmiðlum og einhver raunveruleg umræða gagnrýni á lögregluna en sko áður en ég myndi eitthvað segja meira það þá er ég líka að hugsa sko einmitt í þessum eins og sem varst að spyrja Smári hvort það sé einhver raunveruleg vilji til breytinga í Bandaríkjunum þá stór efast ég það og kerfið vill alls engar breytingar og ég held líka að það sé svolítið problematískt að hvaða sko stöðu Trump fær í þessu öllu saman af því fólk tala náttúrulega hann sem stóra vandamálið sem ég held að sé bara mjög fjarri sannleikanum, ég held að það sé miklu frekar bara stjórnmálakerfið þarna í heild og demókratar þar alveg, ég segi ekki, ég myndi aldrei segja jafnslæmir en samt á sama sauðahúsi og að demonísera Trump út í hið endanlega eins og allir liberal vestrænir fjölmiðlar gera það bara þeir hugsa ekki annað en að Trump sé vandamálið. Það held ég líka sem mjög varhugaverð nálgun sko. Ekki að hann sé ekki stór hættulegt afl sko. Og þrátt fyrir það sko. Hvað segirðu? Sko ég ekki að láta þess að Trump sé upphaf og endir vandamálsins. Hann auðvitað bara einkenni af undirliggjandi vandamáli. Og vissulega sko liggur vandinn að miklu leyti hjá kerfinu sjálfu og eins og segir demókratar og þetta corporate establishment í Bandaríkjunum ekkert mikið skárra. En málið að Trump birtingarmynd sko á svona nýfasísku backlash sem að gerist oft í sögunni eftir sko kreppur og þegar verður mikið svona efnahagsólga og þetta eru öfl sem vilja fara aftur til fortíðarinnar og eru authoritarian vilja sko herða vald yfirvaldsins og draga úr þessu svona liberal gildum sem þessir liberals sem allir eru alltaf að tala fyrir sko. Og þannig að ég tel það sko að þegar að þeir komast til valda eins og í gegnum Trump þá er ennþá erfiðara að koma á breytingum af því að sko liberal miðjan í Bandaríkjunum hefur ekkert voðalega mikið fylgi, popular support, þessi nýfrjálsíska sko elita, þetta nýfrjálsíska order það er búið að missa sitt legitimacy sérstaklega bara eftir hrunið 2008 og þess vegna sko rísa svona öfl eins og Trump og hann með mjög mikið fylgi, hann með popular support sko til þess að viðhalda kerfinu á svona öfgafullri hátt heldur en sko fyrra kerfi sem var miklu meira svona kurteisislegra sko. Díana talaði og var svona okkur væntingar það að þessir atburðir í Bandaríkjunum myndu koma hingað og verða til þess að við getum svona lagað í okkar tungarði. Ég er alls ekki að gera lítið að fólk eigi að vera að hugsa það sem í Bandaríkjunum. Mér langar aðeins bara að halda okkur aðeins heima og Þorvar, þú ert í verkalýðshreyfingunni, Þorvar, í stjórn AFR. Kerfisbundinn svona rasismi, hann er í gegnumgangandi í gegnum allar stofnanir, hann er á vinnustofunum og öðru slíku. Gætirðu trúa því að þessir atburðir eru til þess að verkalýðshreyfingin myndi til dæmis horfa til þess að vernda fólk á vinnustöðum fyrir rasisma eða mismunun á grundvelli uppruna? Er það til í verkalýðshreyfingunni? Hefur hún hugsað það? Að það sé einhver svona stefna eða vilji til þess að vernda fólk eftir uppruna. Já, eins og gert gagnvart kynjum? Jú, í rauninni, maður hefur alveg séð það allan í orðræðunni nýlega þegar hefur verið að tala eins og sérstaklega bara konur af erlendum uppruna í virkilega láglaunastörfum og ég hef heyrt margar sögur af því þegar atvinnurekendur
eru bara svona virkilega markvíst að brjóta á erlendu fólki og með alls konar hótanir eða þeir kíkja til stéttarfélagsins og ég hef meira þess að heyrt af konu sem var fengin til að vinna sem yfirmaður bara með það markmiði að fólki sem hún stjórnar sé bara í rauninni bara fólk sem á ekkert skilið að vera farið fram við þessu manneskja. Tilraun til að taka upp þrælahald með einhverju búti. Já, þannig séð. Bara það er ekki þess virði að gefa erlendu fólki sömu réttindi og við höfum. Og það, maður upplifir að sé svona eiginlega svona inngróð inn í þetta einhvers konar bara svona fyrirlitning. Að fólk af erlendur uppruna það bara ágeða sama skilið. En ég finnst ekki eins og ég hef séð mikið gerast en ég hef heyrt mikið talað þetta og mann svona líður eins og hjól séu að fara í gang en maður þarf einhvern veginn bara svona að sjá hvað verður úr því. Já, þú kemur inn á eitt svona sem svolítið sterkt í íslensku samfélagi. Það svona hugmyndin þetta við erum eitthvað og það bara hluti af landsmönnum sem til ekki þessu við. Það ekki að segja allir hugsi svona, en þú til að vísa til hugsunar það að þú að fara vel með starfsfólkið, koma vel fram við fólk, en svo sumt fólk sem þú þarft ekki að koma vel fram við og það eru útlendingarnir. Já. Og það er hægt að túlka þetta á tvenna vegu, það er hægt að ímynda sér að kannski þetta einmitt bara pælingin einmitt bara við og við viljum gera gott fyrir fólk sem eins og við og slæmt fyrir fólk sem okkur þykir ekki jafn vænt en það er líka hægt bara að hugsa þetta á þann hátt að náttúrulega fyrirtæki reki í hagnaðarskyni það náttúrulega bara gefur þér eins lítið og það kemst upp með og þegar þú ert með innflytjanda kannski ekki almennilega íslensku þá getur þú komist upp með miklu verra heldur myndi gera við Íslending. Bæði þá út af því að það er ekki jafn margir sem að þessi aðili getur tala við og af því að þeir vit ekki endilega hvaða réttindi þeir hafa eða að þeir hafi yfir höfuð einhver til þess að leitast til. Og þetta geti alveg eins verið jafn mikill drifkraftur í þessum brotum á fólki af erlendum uppruna. Þannig að sá sem vill græða, hann fer eins langt og hann getur gagnvart öllum og það vill svo til hann getur farið lengra gagnvart þeim sem ekki skilja málið og hafa ekki félagslegt net til þess að vernda sig á Íslandi. En það getur líka verið að þetta sé svona byggt á rasisma og útlendingaandúð. Já, náttúrulega. Spila saman. Já, nákvæmlega. Og ég hef hugsað þetta líka í samhengi við eins og launamun kynjanna að það þarf ekkert að vera að yfirmaðurinn sem ákveður launin bara svona finnist að kona sé ekki jafn mikils virði eða bara að hann sé að bara nýta sér það að hann þarf ekki að borga meira svona þannig að bara fylgir svona markaðsvirðinu og sparar þenni peningi þegar hann hefur tækifæri til. Okay. Meðvitað eða ómeðvitað. Því að þú ert kona og þú ert að erlendu bergi. Upplifur það stundum að eins og þú sést ekki hluti af einhverju við sem verið að tala að við eigum að gera hitt og við gerum þetta og við stöndum saman og að það sé eitthvað svona hluti sem ekki með í þessu við. Sko, ég hef aldrei lent í neinu svoleiðis, eins og að vinnustöðu með neitt þannig að, fá minna borgað eða lent í svona mismun eða neitt svoleiðis vegna þess að ég held að sé bara vegna þess að ég hálf, þau heyra ég talar í brennandi íslensku, ég veit rétti mín og allt það, en ég veit alveg fullt af konum og köllum sem hafa verið frá erlendum upprunum og kunni ekki, að tala góða íslensku og tala jafnvel bara ensku og ég rauninni veit ekki hvert þau að leita eins og það verið að segja sem fengu til dæmis bara helmingi minni laun en ég. Voru á miklu lægri launum og ég man eftir að spænskur maður sem vann með mér og hann talaði bara smá ensku, bara ógeðslega litla ensku og síðan kom í ljós að hann var að fá borgað bara miklu minna heldur en við öll hinn. Og það er líka, þeir voru held ég, þeir voru 6 í eldhúsinu, það voru svona uppvaskarar og þrýðingafólk og svoleiðis, þeir voru að vinna á sömu tímum og við og jafn mikið og við
og þeir voru bara á skítalaunum og það, þú veist, það fattaði enginn og þau vissu það ekki einu sinni heldur. Síðan hefur maður heyrt þetta líka, þú veist, frá öðru fólki, þú veist, að sé til dæmis eins og ég veit eitt fyrirtæki, ég ætla ekki að nefna neinu sem að ég erum engar athugasemdir við það. Nei, en ég veit eitt fyrirtæki sem að rekur matsölustað og það eru bara Asíubúar að vinna á þessum matsölustað og það ástæða af hverju þau vilja bara fá asískt fólk sem að þú veist, talar ekki það góð íslensku og svona, það út af því að þau geta komist upp með að borga minna. Og ég veit þetta út af því frænka mín, eða þú veist, fjölskyldumeðlimur, vinkona hennar vann á þessu stað í mjög langan tíma og þú veist, og það var bara umtalað þegar fólki fattaði þarna, þú veist, ástæðan af hverju maðurinn sem átti staðinn var að gera þetta, var út af því hann komst upp með meira. Því þau voru ekkert að leita til, þú veist, stéttarfélags eða neitt svoleiðis, bara vissi ekki réttindi sín. Já. Hvað segir þau? Ekki nóg með hversu, ég meina, hversu lítil meðvitund já, til dæmis eins og þú segir í þessu tilviki, réttindin gagnvart vinnuveitenda og ekki nóg með hversu lítil meðvitundur það bara meðal íslensks ungfólks, þú veist, sem bara alið upp í einhverju algjöru búblu, það hefur ekki hugmynd hvaða, þú veist, ég veit ekki hvað vinnuveitandi má, hann í rauninni bara gengur algjörlega yfirleitt bara alveg yfir alla með að fullum krafti, eins og eðli vinnuveitenda sem vill bara hámarka arðsemi fyrirtækisins, en þannig ég get eiginlega ekki byrjað að ímynda mér hversu lítil meðvitund hlýtur að vera og bara hversu mikið varnarleysi þessar hópa gagnvart sem koma hérna einhverjum pökkum að vinna hérna, því ég held að þetta sé algjörlega fullkomið varnarleysi, fullkomið. Og það er náttúrulega bara hlutverk stéttarfélaganna að grípa algjörlega inn í af frumkvæði í þessum málum, skilur við, sérstaklega ef þetta fólk að greiða til stéttarfélaganna, þá þurfa þau náttúrulega bara að vera, sem ég náttúrulega hef ekki enga gríðarlega umfangsmikla þekkingu á því hversu miklu leyti þau gera þetta eða hversu mikið bolmagn þau hafa til að fylgja svona málum eftir að eigin frumkvæði, en það þarf náttúrulega bara að vera algjörlega þar, af því að þetta ekki að fara að koma frá starfsfólkinu, sko. Eða ef þú ert ekki héðan og átt, þú veist, ert ekki með tengslanet og allt það, þá náttúrulega er líka miklu meira í húfi. Að ef það er að brjóta þér, þú kannski þekkir ekki kerfið, veist ekki hvaða afleiðingar það getur haft ef þú sækir réttin, ef þú tala við stéttarfélagið. Þannig að margir eru frá löndum þar sem að ef þú tala við stéttarfélagið, þá getur þú verið rekinn. Sem á ekki vera tilfellið á Íslandi, en er það auðvitað, og getur mist húsnæðið á sama tíma og getur óttast að jafnvel vera að vísa úr landi og þetta fólk sem náttúrulega rosalega veikstætt og kannski ekki jafnvel út að viti rétt sína, þá ekkert víst að það geti raunverulega notað hann gegn einum sterka fyrirtækja. Ég get alltaf kvartað við stéttarfélagið mitt eða sagt eitthvað beint við yfirmanni minn, því ég veit að í versta falli þá get ég alltaf flutta aftur heim til mömmu. En ef maður hefur ekkert þannig bakland, þá náttúrulega svo mikið í húfi og þá fólk sættir sig við alveg hörmulega hluti. Ég sem hef aðalega með flóttamönnum þekki það, bara nánast allir flóttamenn, þegar þeir fá loksins vinnu, þá eru þeir ekkert að rock the boat á neinn hátt. Þeir fengu loksins vinnu, það er rosalega erfitt að fá vinnu ef þú ert flóttamaður, og þá bara heldur við það og bara sættir við hvað sem er og reynir bara að lifa með því. Snorri sagði að ungt fólk vissi lítið réttindi sín og nú þetta, ég veit ekki hvað þeir voru gömul þegar hrunið var, þannig að þið ættu að vera svo unga kynslóð í nýliðinni fortíð sem að það fekk stærsta wake-up callið að ef maður séur á verðinum að þá getur bara allur ánskotin gerst í samfélaginu. Salka, er þetta rétt? Eru þið værukæra kynslóð? Ég held þetta að vera svona vakandi kynslóð. Það er enda mjög áhugavert að einhver leyti eru við vakandi kynslóðin af því að allan að þegar ég var upp í menntaskóla þá var búsó að fara af stað og aktivismi var ógeðslega töff sem bara skipti ekki að miklu máli, þú ert unglingur, það bara hvað er töff
og þú veist, það getur bara mótað þér rosalega mikið. En núna, það finnst mér sko, að ég vissi ekki hvað verkalýðsfélag var, samt sem áður. Þau voru sofandi, bara alveg, verkalýðsfélögin á þeim tíma. En núna, mér finnst einmitt bara, sko, Sólveig Anna og félagar og Ragnar, og svona, þau eru búin að vekja, þú veist, verkalýðsfélögin svo aftur lífsins, þannig að maður alltaf veit hvað verkalýðsfélag á að gera, sem að ungt fólk vissi ekki þegar ég var einmitt í uppvaski 17 ára, þú veist, þá var bara Efling eitthvað félag sem að stóð á launaseðlinum og maður vissi ekkert hvað maður geti sótt til þeirra eða, þú veist, hvað var hægt að gera. Þannig að mér finnst það geggjuð sko framför sem allt í einu orðin að þú veist að verkalýðsfélögin eru byrjað að gera það sem þau áttu alltaf að vera að gera, sem var að berjast fyrir réttindi verkafólks. En þetta var raunverulega ekki þannig í kringum. En ef ungt fólk værukært og þó að sé svona jaðri vinnumarkaðarins, það kemur í ljós til þess í þessari kreppu sem er að koma. Það ungt fólk sem í stórum hópum að missa fyrst vinnuna. Það hefur verið jaðri húsnæðismarkaðar eins og það fyrir 10 ár og haft mikil áhrif á efnahagslega stöðu ungs fólks. Það svona mikið á jaðrinum. En ef það værukært, hver var þá svona hugmyndin? Var það hugmyndin svo að allt myndi bara skána sjálfum sér og við þyrftum ekki að vera þáttakendur í samfélaginu eða er það vegna þess að ungt fólk hefur bara mist alltaf trú á svona eina formulega samfélagi á stjórnmálunum og stofnununum og öllu því. Hvort er það? Sko, ég held að ungt fólk hafi mist mikla trú á stjórnmálunum og lýðræðinu af því að lýðræði hefur ekkert verið að virka brjálæðislega vel fyrir ungt fólk, þú veist. Náttúrulega pælt mjög mikið í stöðu skilru barna og unglinga og ungs fólks, þú veist, í lýðræðinu og hún er bara ekki góð út af því að það er bara, þú veist, ungt fólk kýs ekki mikið og gamalt fólk kýs alltaf og gömlu fólki fer fjölgandi þess að, þú veist, fer miklu meira fjölgandi núna en, þú veist, ef við hugsum bara fyrir 100 árum, hvað til mikið af eldri, þú veist, hvað hefði þá verið til mikið af eldri borgurum sem að myndi vera með kosningarétt, þú veist, eldri borgarar bara alls ekki stilla upp og ég tala meira bara 40 plus, ekki eldri borgarar, ekki 67 plus, en 40 og upp úr bara miklu stærri hópur en þau voru. Þannig að það er svona áhugaverð staða sem uppi, það er svo, það sem að ungt fólk kýs, það kemst ekkert brjálæðislega mikið í gegn. Meinar jafnfyrir að myndi mæta kjörstað í sama mæli og hinnir, að þá er vægið þeirra í heildinni það lítið, að það er svona fólk sem er ekki ungt fólk lengur, segjum kannski 45 ára plus og við móðgum ekki ofmarga, að það fólk myndi alltaf hafa yfirhönd. Sjónum þess myndi hafa yfirhönd, þóttu myndi mæta kjörstað. Sko já, að einhver leyti, því að ég held að við segjum ekki alveg átt og gráði að þú veist að þessi hópur hefði farið stækkandi með árunum vegna þess bara af mjög góðum orsökum, skilurðu, það er bara læknisfræðin, bara henni fleygir fram, þannig að við erum öll að verða eldri og við missum ekki kosningarétt, en við erum kosningarétt þangað til að við deyjum, sem er bara frábært, en það þýðir samt og líka bara með því að, þú veist, ungt fólk upplifir að þeirra mál svona komast ekki í gegn og, þú veist, og það skiptir ekki máli að kjósa, þannig að það kýs í minna mæli, en jafnvel þó að við myndum öll mæta kjörstað, þá er þessi hópur 18 ára plus, þú veist, 18 til 40 ára, svolítið valda minni en hann var einu sinni. Tjörfi, má ég spyrja þig að þessu? Hvort að ungt fólk kjósa ekki, hvort það sé svona menntun niðurstaða, að það vitir umhverfið að það hefur sáralítil áhrif á samfélagi, það mun halda áfram að lifa í svona óvinnarlandi, eða er það að það kýs ekki vegna þess að það er bara værukært og stúpid? Sko, paradoxin í þessu er að rannsóknir sýna að ungt fólk í dag er almennt sko, betur lesið, fylgist betur með fréttum og pólitík heldur en sko, eldri kynslóðir þegar þær voru yngri. En samt er kynslóðin núna einhvern veginn óvirkari og ég held að skýringin á því sé bara að yngri kynslóðin í dag upplifir miklu meira valdaleysi. Upplifir sig þannig að það geti ekki haft áhrif á kerfið og það er skýringin á því að eldra fólk kýsi miklu meira mæli. Það upplifir sig miklu meira sem hluta af samfélaginu, hluta af kerfinu getur haft áhrif. Og þess vegna kýs það væntanlega. Og það hefur að gera með sko eignastöðu og auð að ungt fólk hefur mjög lítið sko miklu minni tekjur og miklu minni auð heldur en eldri kynslóðirnar að meðalagi
það hefur með það að gera, sko. Svo það líka trú á, sko, hvort að kerfi sé að vinna fyrir þig. Það held ég að við tekið halva öld frá því að konur fengu kosningarétt, þangað til að kosningaþáttaka kvenna var svo sama og kalla, sem að þýðir það að stór hluti kvenna bara upplifðu ekki að þetta leiksvið sem að stjórnmálin eru væri raunverulega eitthvað sem að væri að tala við sig eða skipta sig máli. Þannig að það getur líka verið þannig að unga fólki bara átti sig á því að þetta kerfi er ekki að virka fyrir mig. Það er einmitt málið og hefur verið svipað með konur á sínu tíma þegar það fengu kosningarétt, að það er upplifa sig sem sko undirokað í kerfinu. Kerfið er ekki að virka fyrir þennan hópa fólki, það er eins og að virka fyrir sko eldri karlmennina sem er eignastéttin og fer með völdin í samfélaginu og þess vegna eru þeir virkir í þessari pólitík. En þetta sýnir líka bara fram á sko að það að mæta 4 ára fresti og kjósa bara einu sinni, það er ekki nóg. Það þarf miklu meira og dýpra lýðræði, það þarf miklu meiri valdeflingu til bara venjulegs fólks, miklu meiri virkni á að geta tekið miklu meiri og sko meiri þátt í samfélaginu og lýðræðislegri ákvarðanatöku heldur að mæta 4 ára fresti og velja eitt dálk í kjörkleðunum. Þorvar, áður en ég gef anarkistanum orðið, þá spyrir það Þorvar. Þorvar, þú ert í stjórn verkalýðsfélags, kornungur maður, og er það ekki rétt minna hjá mér að þú varst í framboði fyrir alþýðufylkinguna til þings eða sveitarstjórnar? Jú, ég var í framboði 2016 í alþingiskosningum. Já, ert þú svona skrítinn eða er þetta koma? Ert þú dæmin það að unga kynslóðin sé að vakna eða ert þú svona skrítinn? Ég held að ég sé alls ekki dæmi það að yngri kynslóðin sé einhvern veginn að vakna og verða meira aktív. Ég allan að sé það ekkert neitt sérstaklega fyrir mér. En ég veit það að þegar maður var aðeins á sínum tíma þá þetta var ekkert eitthvað sérstaklega virkt og maður var alveg sérstaklega var við það hvað mikil svona þörf á pening. En náttúrulega peningurinn hann náttúrulega ef við erum að tala eins og hvað skoðanir ungt fólk er á að það hefur ekkert eitthvað mikinn séns til þess að svona berjast fyrir þeim skoðunum í svona eins og alþingiskosningalegu sviði. Það er náttúrulega ef við bara tökum allt eldra fólki í eitt bunka, þá náttúrulega eiga þeir miklu meiri pening sem þeir geta eytt í að fjármagna flokka og auglýsa og eyða í allt það sem þú þarft að gera til þess að ná kjöri. Þannig að ég sé það greinilega sem bara svona kerfislega mismunun á þessu, að þetta er basically þannig að því meiri pening sem þú getur mokað inn í þetta, því betur gengur þér. Hvernig er þetta rétt að þessa skekkju? Hvernig er hægt það? Hvernig getur ungt fólk rétt við þessa skekkju lagað valdaleysi sitt í samfélaginu? Ég svo sem ekki með einhverja góða lausnaði. Ég held að í rauninni bara það eina sem dettur í hug er bara það að ungt fólk þurfi að vera mjög virkt þótt að það virðist virkilega svona ekki, þótt þú sérð ekki takmarkið sem að þú gætir þó náð. Þannig að ég held að sé ekki meiri töfralausn en það. Línus, ég greip fram með fyrir þér. Ég ætla bara að benda að við erum að tala sko kosningar eins og það sé besti mælikvarðinn á virkni í samfélaginu og þáttaka í samfélaginu. Aðeins og verkalýðsfélögin líka hjá Þorvarði, við vorum með það svona saman og Salka nefndi það að líka svona andvaraleysi gagnvart verkalýðsfélaginu sem þú ert í. Já, og sko, þú veist, mér finnst það frekar augljóst að fólk hefur ekki trú á því sem virkar ekki. Hverju á maður að hafa trú á? Hvað er það sem virkar í dag? Það sem ungt fólk er að gera, eins og tölum seinast þegar ég var í þættinum er að velja svona neytenda miðaðar svona neytendanálgun á hlutina, hugsa sjálf sem neytenda fyrst og fremst og vera pæli hvað þú kaupir sem náttúrulega þáttaka en síðan held ég líka ungt fólk sé svona virkilega miklu meira en eldra fólk
að taka þessar umræður sko svona interpersonal politík, sko transfólk, rasisma, þessar umræður eru rosalega líflegar hjá bara sko yngstu börnunum mér að segja. Ég hef unnið í grunnskóla og hlustað á 9 ára krakka tala rasisma og vera sko tala sko orðaval og bara mjög flókna hugmyndafræði sem að margir fullorðnir hafa engin tök á og þor ekki að sko samræðis með þor ekki eiga. Þannig að segja Salka rosa spennt að segja eitthvað. Ég ætla að segja, já, að ég væri alveg sammála þessu að að þetta bara, að það mjög mikið af þessum flottum umræðum í gangi og mér varst bara fyndið að ég var að bróðir minn 9 ára og hann með TikTok og hann með Black Lives Matter í prófæl á TikTok og ég var eitthvað að spyrja hann út í hvað það þýddi og þá vissi hann, að það sneri, hvað það snerist í grunddráttum og mér varst þetta svo klikkað og það ekki séns að ég hefði vitað það þegar ég var 9 ára, þannig að einmitt, það ótrúlega mikið af einhverju svona þekkingu sem í gangi en hún rosalega mikið í gangi líka á netinu og umræður í gangi á netinu og mér finnst ungt fólk samt vera svona beinar aðgerðir ekkert rosalega virt í því kannski Línus með einhver upplifun af því líka, mér finnst ungt fólk oft ekki mæta á mótmæli og eitthvað svona, veigra sér við að svona mæta á staðinn líkamlega einhvern veginn og vera, þó að styðji málstæðin þá svona einhvern veginn svo að stoppið eitthvað frá því að mæta í persónu og gera eitthvað. Hitt fólkið sem 45 plus hafi orðað í síðustu mótmæli eða sem samstöðufundi sem á Austurvelli í þar síðustu viku að það hefði einmitt verið áberandi hvað mikið ungu fólki. Akkurat, af því það einhver málstæði líka sem að það veit mikið það er kannski meira, og er mjög ástríðufyllt fyrir sem ég held alveg, að þessi Black Lives Matter bylting sem búin að vera í gangi núna sé ungu fólki alveg mjög ofalega í huga. En þetta hefur verið kannski einhver upplifun, meira svona, þið vitið, einhver svona svona fyrir framan Alþingishúsið, krefjast afsagnar, Kristján Þórs, eitthvað svona mótmæli, það var oft einhvern veginn, þá finnst mér svona atvinnumótmælendur mæta, já, atvinnumótmælendur mæta sem að mæta alltaf, sem eru orðnir 45 plus, að þau hafa alltaf mætt. En einhvern veginn, það svona eins og það endurnýjist ekkert endilega brjálæðislega mikið, alltaf svona lítill ástríðufullur hópur af einmitt ungum, aktivistum, en svona, hann ekkert brjálæðislega stór, með að við hvað mikið ungu fólki til í að tjá sig á netinu og vera með mikla skoðun á hlutunum, sko. Salka með svona ongoing verkefni sem heitir Krakkaveldi sem svona pólitísk virkni meðal barna. Snorri, þú með svona podcast sem heitir Skoðanabræður með bróðunum, eða ekki? Er það tilraun til þess að búa til svona umræðuvettvang samfélagsmál sem að hentar yngra fólki eða hver hugsunum? Já, sko, já, hugsunin svona ekki kannski beint sú, en við tölum ég meina það hlustar mikið fjöldi af ungu fólki sérstaklega á okkur og ég held að ég meina það hljóta að endurspegla að áhuginn sé náttúrulega bara einhver á umræðu pólitík sem náttúrulega alveg einhver en ég veit ekki alveg hvort það sé hægt að segja ég held að hluta til, ég held að það sé náttúrulega líka dæmi það hvernig sko ný fjölmiðlun nær til fólks og yngra fólks, af því að sko, þú veist ef við tölum áfram bara gamla fólks dæmið og gamla kerfið eru bara blöðin og þau segja bara fréttir á þinginu og það skilur það enginn. Það skilur enginn hvert hlutverk stjórnskipunar eftirlitsnefndar það skilur enginn hvað frumkvæðisathugun það skilur enginn, þú veist, og það er ekki séns að þau setja sig inn í það. Fólk skilur einhver svona, og þá er ég ekki að tala bara einhver 17-18 ára, fólk líka bara fólk bara 25 ára upp í 30 og skilur það bara einhver svona meira bara einhverja tilfinningar og einhver umræður á samfélagsmiðlum og þegar allir að tala eitthvað sama og fatta að það eitthvað í gangi en þau fatta ekkert ef það á forsíðum helstu fréttamiðlana að Þórhildur Sunna hafi sagt af sér sem formaður nefndarinnar sem viðbragð við því að nefndin neitar að athuga almennilega hvort Kristján Þór Júlíusson sem hæfir sem sjávarútvegsráðherra. Fólk bara ekkert alveg að þetta kerfið sem þarna gerast í alvörunni hlutirnir, skilurðu? Það nota orð sem eru útilokandi til þess að fólk sé ekki að setja sig inn í það, þú ert að segja það.
Þannig það Já, eiginlega... ég meina hvort það sé, ég veit ekki hvort það sé endilega gert náttúrulega af ásetningi hvers og eins sem gerir það, en þetta kerfi ekki aðgengilegt fyrir unga fólki, við getum sagt það. Og það eru augljóslega hagsmunir, þú veist, það eru augljóslega mjög gott fyrir ríkjandi kerfi að það sé svoleiðis, en þú veist, þegar þetta orðað bara útskýrt, bara analítísk umræða pólitík eða samfélagsmál eða hvað sem þá fólk bara algjörlega tilbúin til að hlusta og hefur mjög mikinn áhuga, sérstaklega líka þegar það gert með húmor en ekki þessu yfirborðs hlutleysi sem hefur verið orðin einhver krafa í mainstreams fjölmiðlum á Íslandi sem náttúrulega bara gríðarlega lýjandi og heimskuleg og fulla mótsögnum að fréttamenn eigi að vera hlutleysir gagnvart pólitíkinni. Það náttúrulega ómögulegt og ég vinn á 2 miðlum og ég sleppi meira með beislunni í hinnu en síðan bara fylgi ég ákveðnum vinnulagsreglum á mbl.is en það líka bara mikilvægt að gera það og ég ekki að segja það að missa sín en ungt fólk það skilur bara ekki þannig umræðu og ungt fólk skilur bara mun frekar umræðu þar sem að hlutunum snúið bara upp í grín sem þeir eru náttúrulega því að lífið náttúrulega bara komist og svo framvegis en þegar þetta allt bara í einum register og einum texta sem ber náttúrulega bara mikinn keim bara einhver stofnanamáli þá bara engin furða að fólk botni ekki í einu en einu og það náttúrulega mjög til ég segi það náttúrulega bara mjög fýsileg staða fyrir þá sem stunda þessa pólitík sko. En ég samt teka fram að þetta náttúrulega það sem hlutinni gerast. Þú veist, það inn í nefndum Alþingis það sem að breytingar verða á íslensku stjórnkerfi og lögum. Eða ekki, oft það bara að verða ekki. Já, eða þá að þeim sem haldið að hlutum sé haldið á breytingar. Það bara verði ekki breytingar. En ef einhverja breytingar verða, þá verða þær þarna formlega til, þó að náttúrulega þær byrja að gerjast annars staðar, skilur. En þetta framkvæmda vettvangurinn sem náttúrulega óumflýjanleg staðreynd, sko. Ok, ungt fólk finnst hérna stofnanastjórnmálin vera fjarlæg og skiljanleg ekki sig, ekki mál sem að sé snertir. Það eru ýmsir vísir af því að ungt fólk sé að búa sér til sín eigin vettvang eins og Rekkaveldi hjá börnunum og podcasturinn hjá Snorra. Þáttöku Díönu í umræðinni þar sem að hún ávarpar raunverulega landslýð bara eins og notar sömu aðferðir og Donald Trump eiginlega. Það ávarpar bara beint fram í öllum miðlum. Það líka, já. Já, Svaka? Ég vildi bara segja að það svo áhugavert því að mjög ákveðin straumhvörf verða í að þessi umræðar oft komið upp. Pétur Jóhann var líka gagnrýndur árið 2012 fyrir svona svipaða brandara. Þannig að það ekki eins og það sé nýtt á nálinni að hann hafi verið gagnrýndur fyrir svona grín. En það sem að Díana gerði rosalega vel var að setja þetta í samhengi og setja andlit við í rauninni ástæðuna fyrir því að svona grín skaðlegt og setja hann í samhengi. Þannig að að ég held að annars hefði þessi afsökunarbeiðni ekkert komið. Ég veit ekki hvort það finnst mikið til þess að afsökunarbeiðni á Pétri Jóhanni koma. En ég held samt að að hún hafi breytt rosalega miklu vegna þess að allt í einu getur hver sem það rosalega mikið breyting, allt í einu getur hver sem komið og sett sitt andlit einhvern veginn við það sem verið að ræða og þá á það við alla, ekki bara ungt fólk, að við skiljum málin betur. Ég skildi betur að hvernig þessi upplifun væri og það setti það í samhengi fyrir mig af hverju, hvað gerir svona brandari, líka bara sem einhver í uppistandi, bara einhver svona brandarar, hvað áhrif hafa þeir, hver ábyrgð okkar, þetta gjald sem við erum tilbúin að greiða því það eru margir sem koma og segja ég má gera grína, kommentakerfin segja má ekki gera grína hverju sem og kemur á svona blaður. Þú mátt kannski alveg gera það en það eru einhverjar afleiðingar. Það eru afleiðingar að því að þú gerir svona grín og komið með svona brandara sem að Díana setti í samhengi fyrir okkur. Ég vildi bara koma að, mér finnst það bara flott. Takk æðislega. Nú má að spyrja þessi svona ný miðlun og ný samtal og ný pólitík sem að verður til vegna þess að gamla pólitíki bara þjónar ekki tilgangi sínum fyrir ungt fólk. Það gæti gerst að fólk
dundi sig þannig út á vellinum í okkur smá tíma og fari svo inn og reyna að breyta kerfunum innan frá. En þetta getur líka orðið þannig að út úr þessum stjórnmálum verði bara til eitthvað sko vaxi og efli sem að hitt verði kannski smátt í samanburði. Það ég á bjartsýnn að hugsa svona Tjörfi. Getur það verið að stjórnmálaþátttaka ungs fólks sem allir saman það, þú að mist trúna á sko hinu formulega stofnunarstjórnmálum að þá ungt fólk rampólitískt. Þú varst eiginlega að halda þig fram að það verði pólitískara heldur en aðra kynslóðir. Þátttaka þeirra kannski í hinum formulegu stjórnmálum minni. Það eru eins og vísar af því að fólk að leita eitthvað svona farvegi til þess að stunda stjórnmál sem að henta sér. Mun þetta vaksa eða þetta bara svona einhverja tjaldbúðir? Þannig að ef þú ætlar að hafa raunverulega áhrif í stjórnmálu þá verður þú bara að banka á dyrnar á höllinni. Sko, ungt fólk í dag klárlega pólitískara á þessum aldri, heldur en eldri kynslóðarnar voru þegar þær voru á þessum aldri, í kringum 20 eða málið bara þó að þessi kynslóð sé sko aktífari í að ræða málin og svoleiðis og þetta náttúrulega mörg leyti í gegnum internetið, þá hún ekki að virk að taka þátt í sko formlega kerfinu og kjósa. Það bara helsti munurinn sko. En ég held að sé alveg hægt að segja með vissu að kynslóðin almennt sko virk á þann hátt að vera sko meðvituð og fylgjast með og taka þátt í umræðunum sko. Og Já, ég held að þó að stjórnmálaþáttakan sé mjög dræm og ég held að sko jafnvel þó að fólk sé kannski aktíft á samfélagsmiðlum og svo framvegis og hafa einhverja hugsjónir og svo framvegis þá hefur það engan farveg til þess að sko gæta svona hagsmuna sko. Við höfum séð eitthvað þetta hjá, mér finnst aðeins hafa verið að færa upp á skafti þetta hjá Landssambandi stúdenta í háskólanum. Þau eru svona búin að vera aðeins að rata inn í umræðuna með alls konar yfirlýsingum og brellum og einhverjum svona trikkum bara til þess að komast inn í fjölmiðla. Ég meina það er bara einhvern trikk sem þú beitir, skilurðu. Og svo smá punk núna varðandi atvinnuleysistryggingarnar, heimtuð þá brennd og greitt, það svolítið svona punk í því. Já, einmitt eitthvað svona punk í því og þetta svona eitthvað sem vekur athygli fjölmiðla og ef það er fólk í herbúðinu sem kann þetta þá náttúrulega gerist eitthvað. En ég meina, ég velti því fyrir mér, ég meina það er alls konar hópar, ég meina eins og ferðaþjónustan, skilurðu, þetta er fólk sem hefur fagmenn í vinnu fyrir sig til þess að gæta en ungt fólk er ekki með fagmenn í vinnu til þess að gæta sinna hagsmunum, en akkur ekki ungt fólk að brjálast yfir því að barir séu enn lokaðir klukkan 11 þegar ég persónulega lendi í þarna algjörum millibils ástandi þar sem næturlíf Reykjavíkur er mjög nauðsynlegt fyrir mitt líf af því að ég fer ekki heim á partí, sko, svona frá 20 til 28 og fer fólk ekki heim á partí og ég myndi alveg vilja að einhver væri bara í fjölmiðlum á hverjum degi að væla yfir þessu. Af því að þetta virðist byggt á, ég meina, ég er að segja bara, það er enginn að hugsa, heyrðu, við getum raunverulega breytt einhverju ef við bara lobbyum, skilurðu. Þetta snýst bara lobby líka, skilurðu, það er enginn að lobbya fyrir þessum hópi. En druslugangan til dæmis er rosalega gott dæmi eitthvað sem ungt fólk hefur gert til þess að hafa rosalega mikið áhrif fyrir sína eigin hagsmuni og hefur algjörlega sniðgengið allar stofnanir til þess að, eða allt yfirvald til þess að sko krefjast sinna réttinda en þeir eru bara að gera það, þú veist, alveg óháð einhverjum stjórnmálum, stofnunum, eru bara að krefjast, þú veist, einhverja virðingar og draga línu í sandinn. Stofnunarstjórnmálin er svolítið að teygja sig inn í druslugönguna, ég meina Dagur B. Eggertsson lýsti yfir að hann var í drusla. En það er samt líka bara hluti af, þú veist, það byrjar alltaf hjá, þú veist, þessum skipuleikjendum sem hafa alltaf verið bara ólaunaðir, þú veist, bara tekið þátt af einskærum áhuga og núna er hún kannski fyrst að færast inn, þú veist, af því að til dæmis var einna María Rutt sem var skipuleikjandi druslugöngu, hún var síðan ráðin til innanríkisráðuneytisins til þess að skoða alla verkferla þegar kemur að kynferðisbrotamálum. Þannig að hún hefur seiklað inn í stjórnsýsluna, sko, og valdið alvöru breytingum, en það er einmitt mjög gott dæmi, held ég, svona nýja leið ungs fólks inn í kerfisbreytingar, sko. Og ég held að það sé líka ástæðan fyrir því að ungt fólk er að mæta Black Lives Matter, vegna þess að þetta er svona svipað attitude, þetta er, þú veist, bara, við erum að krefjast einhverja breytinga og alveg óháð, sko, hvernig yfirvaldi ætlar að bregðast við því. Díana, má ég spyrja þig að þau eru að tala það að ungt fólk í dag sé svona pólitískt og það finnir kannski ekki baráttu sinni svona farveg.
upplifir þú það líka að ungt fólk í kringu þig sé almennt svona fullt af réttlætiskennd, fullt af vilja til þess að bæta samfélagið en kannski finni ekki farveginn? Já, ég þekki alveg marga sem eru þannig, en ég persónulega, ég sjálf, þú veist, og vinkonur mínar, þú veist, ég er rosa svona, ég er ekki alveg í pólitík, þótt ég svona, þú veist, ég les alveg með og allt það, en þú veist, ég veit rosalega lítið svona með allt svona stjórnir og allt það. Það er mega sanns. Það er einmitt líka kannski, þú veist, ástæðan fyrir því ég var að segja áðan að, þú veist, ungt fólk mæti ekki á mótmæli eða eitthvað svoleiðis, er að þú veist, kannski hefur ungt fólk ekkert geðið eitthvað áhuga á einmitt, bara eitthvað, látum Kristján Þór segja af sér eitthvað, og veit kannski að það er ekkert að fara að hafa brjáluð áhrif á sig, en allt annað að mæta druslugangan og Black Lives Matter, þetta er mjög skýr hugtök, skýrt markmið, sem að endar ekki, Já, sorry. Mér langar að snerta inn á þetta að það er einmitt svolítið mikið svo stór partur af því að vera virkur í einhvers konar pólitík að einhverju leyti er það að maður veit ekki hvernig þessi kerfi virka. Maður hefur ekki hugmynd hvernig svona ferlin eru upp á Alþingi og eins og bara ég persónulega, ég hafði ekki hugmynd að miklu leyti hvernig starf VR virkaði í hinu þessu fyrir en ég byrjaði í stjórninni. Og það var eiginlega mest öll svona fræðslan í því. Þannig að maður er nefnilega ekkert endilega fræddur þessa hluti á stofnunum sem maður á að þekkja þegar maður einhvern veginn svona, veit ekki, fer í það og neyðist til þess að læra inn á það. Og þetta er bara svona stór hlutur sem þarf að lagast. Svo er það líka þannig að maður verður ekki góður smiður þegar maður smíði, þannig að maður þarf að vera bara að taka þátt í starfi til þess að almennilega átta sig á því hvernig sko kerfin virkar. Það er ekki sem að sendi manni bæklingin í pósti sko. Nákvæmlega, og til dæmis þegar kemur á VR, það er ekki erfitt að komast inn í þetta því að virkni er eiginlega bara sorglega lág, þannig að bara ef þú hefur áhugan til þess að mæta á félagsfundi eða bjóða þig fram í trúnaðarráð eitthvað henni, þá er bara virkilega líklegt að þú komist að og komir þínu fram. Herðu, má ég aðeins spyrja svona í lokin. Nú talað það að efnahagsleg staða ungs fólks sé lakari núna en hefur verið áður. Ég nefndi þetta áður með að vera jaðri vinnumarkaðarins, jaðri húsnæðismarkaðarins. Ungt fólk núna í meira mæli að missa vinnuna þegar kreppir að og annað slíkt. Mér langar að spyrja ykkur, er þetta svona? Eru þið kynslóðin fyrsta kynslóðin síðan í Íslandssögunni síðan allavega fyrir 1874 sem að hefur það mögulega lakara en kynslóð foreldra ykkar á sama aldurspili? Ég held það alveg tvímælalaust og þetta er líka alþjóðleg þróun, þetta er svipað í Bandaríkjunum og í Evrópu og verður þetta að mörgu leyti niðurstaða nýfrjálsíkjuhreyfingarinnar sem að hósta upp á 1980. En ef við berum bara saman við foreldra okkar þegar þau voru okkar aldri, maður gat unnið eitt sumar og það var nægur peningur sem var eftir til þess að endast veturinn eða svoleiðis. Í dag peningur sem farið fyrir sömu vinnu nýtist í miklu minna og það er náttúrulega aðalega húsnæðiskostnaður, leiguverð og bara kostnaðar á öllu sem hefur farið svo mikið fram úr launatekjum. Að launin hafa orðið svo mikið eftir á meðan allar annar kostnaðar hefur farið fram úr og þar með rýrnar kaupmátturinn, rýrnar lífskjörin. Og já, okkar kynslóð er kannski svona svo fyrsta sem að verður alveg fyrir barðinu á þessu Snorri, hefur þín kynslóð lakara heldur en kynslóð foreldra? Ég á erfitt með að trúa því að bakslagið verði, ef við tölum bara vegna kórónuveirunar, ertu ekki að hugsa svona fyrst og fremst bara í ljósi? Þetta var náttúrulega umræða sem var búin að vera í gangi í svona 10-15 ára áður og svo bara eins og margt kórónuveirun er svona, hún kristallar allt í henni verður allt svo skýrt og þetta er eitt af því sem verður mjög skýrt. Já, hvort við höfum að verða. Já, ég meina, það eru bara, mjög erfiðar aðstæður framöndan veit ég meina, það er bara
Ef við lítum bara til þess að, og þá fer maður aftur að tala skilur, við tölum stofnanaleg hugtök, ég meina, halli ríkissjóðs bara að fara í $0,5 milljarð, skilur, eða meira, og þegar ástandið slíkt, og þegar það kikkar inn í einhvern veginn umræðuna, þá erum við náttúrulega ekki að fara að sjá, þá erum við augljóslega að fara að fá bara mjög mikið bakslag í öll þau kerfi sem að halda utanum, skilur, okkur. Þannig ég held að það muni algjörlega valda því, en ég bara hef engar forsendur til þess að meta nákvæmlega hvort að kynslóðin okkar muni hafa að verra. Það eru auðvitað gaman að slá því fram, en ég sjálfur bara, ég hefði það gott að ég geti ekki, metið það sjálfur, Ég eiginlega frekar að spyrja ykkur hvort að þið hafið tilfinningu fyrir því, hvort að Nú náttúrulega strax orðið þannig að það búið að bjóða námsmönnum vera að tala að búið til einhver störf fyrir námsmenn í sumar, sem að ég náttúrulega ekki námsmaður lengur, en það virtist vera þannig að það væri verið að bjóða þessu 2 mánaða sumarvinnu, en sumarið 3 mánuðir, þannig að leiðu þú ert ekki með laun í 1 mánuð, þá ertu búin að setja það í ákveðna gildru, vegna þess að þá ertu taka yfirdrátt upp á, minnstakosti 200 skall til þess að geta borga leigu og áttu eitthvað mat, og 200 skall bara mjög bjartsýnt, en já, þannig að það strax, sú aðgerð að leyfa námsmönnum ekki fara atvinnuleysisbætur og bjóða þeim 2 mánaða sumarvinnu, ekki öllum, strax einhver svona aðgerð sem að tengist kórónuveirunni beint, sem að hefur mjög svona hlutfallslega stór og slæm áhrif á ungt fólk, vegna þess að setja þau í fátæktargildru. Sorry, já. Eitt ég geti bætt við án þess að ég ætla að láta gamminn geysa eitthvað frekar en þetta, en svona frambúður er líka verið áhugavert að því húsnæðismálin hafa verið náttúrulega svo risastórt vandamál, allavega svona sér íslenskt vandamál, bara það sem að leigumarkaðurinn bara allt og stór og algjörlega ómögulegur fyrir fólk. Núna þessi hlutdeildarlán sem eru boðuð, við eigum bara eftir að sjá hvernig þau virka, ég veit bara ekki hvaða dyr þetta mun opna, en þetta 20% eign ríkisins í húsnæðinu, basically, þannig að þegar þú selur húsnæðið þitt aftur og átt að gefa þeim aftur tilbaka 20% og bara fyrir þess að útskýra það, þá þetta raunverulega bara að fara að gerast að ríkið mun þá útvega 20% af greiðslu íbúðarinnar, bankinn lánar 75% og þú leggur út 5%. Ég held að þetta sé sirka svona. Og þetta bara leið ríkisins til þess að, já, ég veit að ég sé ekki alveg í gegnum það hvað gæti verið slæmt við þetta eða hverjir gallarnir gæti verið. Umræðan bara komið mjög stutt í þessu, en og ekki allar upplýsingar komið fram, það til dæmis ekki alveg ljóst hvort að ykkur finni nýbyggingu íbúð sem að þeir undir þessi mörk sem eru þarna, það sé nú ódýrt. Það er líka sem eftir að koma fram, en þetta lofar góðu einhvers konar vilja stjórnvalda til þess að ná bara til þess að byrja með bara að koma böndum á þær aðstæður sem fólk í. Já, sem eiginlega að veita þessari kynslóð svona leiðréttingu á vissan hátt. Línus, hefur kynslóðu þín að svona lakara efnahagslega heldur en kynslóðu foreldranna? Er það tilfinningin? Það dýrasta sem ég hef nokkuð með borga fyrir var bíllinn minn og það næst dýrasta sem ég hef nokkuð með borga fyrir leiga mín í hverja einasta mánuði. Það bara, leiga mín étur launin mín, þú veist. Það meira en helmingurinn af laununum mínum. Og ég bara í fullri vinnu sem ég fekk fyrir mína menntun, þú veist, ég hefði einhvern veginn ekkert séð það fyrir að ég hefði getað valið einhverja betri leið, einhverja betri braut í lífinu til þess að vera ekki þeirri stöðu að þú veist, eins og margir mínum jafnöldurum að þú veist, vera ekkert endilega vissum að ég ekkert endilega vissum ég mun einhvern mann eiga húsnæði. Og þú veist, ég og lítinn strák sem að fara að byrja í skóla í haust og hann þú veist, ég veit ekki hvort ég muni nokkuð mann af efni á því að hann hafi sitt eigið herbergi. Þú veist, ég að borga 180 skall fyrir þessa 50 fermetra og þú veist, ég veit ekki hvernig ég ekkert fara að launa einhvern í vinnunni minni, hvernig ég að borga meira til að geta verið með stærra húsnæði fyrir, þú veist, þetta það eina leiðin fyrir fólk af mínum aldri til þess að geta verið með húsnæði sem að henta fjölskyldu að þau verið í sambandi. Og það bara það sem fólk gerir. Þú veist, það sem einstæðir foreldrar, það rosalega margir einstæðir foreldrar sem eru bara
sjá það að vera einstætt foreldri sem bara svona tímabundið á meðan maður finnur einhvern sem að getur gert þetta, fundið fyrir fjárhagslegu öryggi með annarri manneskju. Innan örfára mánaða. Já, helst. Það sem þú ert að lýsa, því að þetta svona, maður heyrt fólk lýsa þessu sko, að það heldur lengi að þetta sé tímabundið ástand, svo allt inni rennur upp fyrir fólki að þetta ekki tímabundið ástand. Kannski mun sonur minn aldrei fá sér herbyggi, kannski mun ég eyða helmingnum á laununum mínum í húsaleigu þar sem eftir er. Hefur lent á svona, manstu svona hvenær það gerist, það breytist hjá þér og þú heldur þetta sé ekki svona tímabundin, erfiðleikar ekki, hvað söng Davíð Oddsson þakíbúð við Bergstaða götuna eða eitthvað sem er svona rómatík ungs fólks að vera ykkur harki og borða bakaða baunir, að allt í nátt að segja á því að líklega er þetta bara, þetta er veruleiki sem við þurfum að lifa við næstu árin og áratugum. Ógeðslega skemmtilegt að skulu nefna þetta lag, en hann náttúrulega að syngja húsið sem er í dag andrými, félagsmiðstöð Róttæklinga sem er með prógram á miðvikudaginn 17. júní, by the way. En ég bjó áður en flutti hingað fyrir bara tæpa ári, þá bjó ég 25 fermetrum með barn og var bíllaus og þetta er mitt upgrade, að vera á bíl og að búa á 50 fermetrum. Og þegar ég lenti hér í þessari stöðu að þá áttaði mig strax á því, sko. Þetta er bara það sem koma skal, það er ekkert annað level, þetta er bara, það er ekki nema ég sé að fara í sambúð, sem að mér finnst bara ömurlegt að það sé mitt fjárhagslega öryggi og það sem ég get boðið, sko, syni mínum upp á er því háð að það séu tvær manneskjur með tekjur. Að ég geti ekki verið bara einn með tekjur og það sé nóg fyrir mig og barnið mitt. Það var nefnilega þannig bara fyrir 30 árum að þá var oftast þannig að það var bara einn á heimilinu sem vann alla vinnuna og það var nægur peningur til að sjá fyrir öllum á heimilinu og reka heimili og vera með bíli. Það er bara ekkert hægt lengur í dag og þetta er skýrt dæmi hvernig, eins og ég orðaði að lífskjör þessar kynslóðar eru lækkari en kynslóðarnar undan. Díana, ég er að spyrja svona tilfinningu sem þið hafið, hvort að þið hafið tilfinningu fyrir að þið standið verr heldur en kynslóð foreldra ykkar, ekki endilega hvort það sé þannig og hvernig fólk horfir á svona efnahagslega framtíð, hvort að muni batna fljótlega. Ert þú með einhverja tilfinningu fyrir þessu? Já, ég vona það. Ég vil ásaka mig ég datt alveg út að Wi-Fi mitt var niður og ég heyrði ekki neitt og sá ekki neitt og já, bara hvað er í gangi. En já, alveg, ég vona það að batni, sko, ef ég væri ein með son minn, þá væri ég bara, ég veit ekki hvað ég myndi gera, sko. Því að ég væri bara ekki á nógu góðum launum eða neitt, eða fá styrk frá ríkinu eða neitt til að halda mér uppi, sko. Þar sem ég er ekki vinnandi eins og er það ekki það sem þið eru að tala um? Jú, 100%. Þú veist, eins og ég fór á fæðingarorlof og ég fekk 50.000 kall á mánuði, engan styrk eða neitt, og ég hef aldrei getað gert neitt með það, sko. Það er náttúrulega grín. Fæðingarorlof er grín. Það er brandari. Þetta er bara fáránlegt og síðan var maður, bara fekk engan styrk eða ekki neitt og síðan var dagum, út af því maður er í sambúð þá eru réttinir mann svo ekki af mikil náttúrulega skiljanlega þar að segja og bara verðið til dagmömmu og bara allt þetta ef ég var einn þá myndi ég aldrei geta að höndla þetta, sko. Ætti náttúrulega að vera lágmark. Þetta er svo einfalt, það ætti að vera lágmarks barnabætur, lágmarks fæðingarorlof, lágmarks atvinnuleysisbætur, félagsbætur, það ætti bara að vera, maður á ekki að finna fyrir þessari örvæntingu þegar maður þarf á hjálp að halda. Bara lágmark að geta að lifa af. Já. Þorvarður, ég ætla að enda hjá þér að þegar þú ert nú í stjórn verkalýðsfélags. Á þetta ekki að vera drifkrafturinn í verkalýðsbaráttunni, þetta sem að þau eru að lýsa, svona ákveðin bara efnahagsleg vonleysi og arfalding, krafa réttlæti að fá að bara lifa sómasamlegu lífi og þetta er unga kynslóðin, þetta er foreldrakynslóðin sem er alveg börnin. Þetta er náttúrulega ótrúlega skakt
Drífur þetta verkalýðshreyfinguna áfram eða ungt fólk eins og í samfélaginu svona undirdeild einhvers staðar sem að kannski næri ekki að móta hinar endanlegu kröfur eða móta baráttum? Nei, ég hef upplifað þetta sem alveg að verkalýðsbaráttan allan í VR nýlega hefur alveg verið svolítið svona sentruð í kringum þetta, bara að eiga heimili og eins og þess að hlutabóta hlutdeildarlánin, þetta var upprunalega náttúrulega ósk úr lífskjarasamningnum, eitthvað sem að ríkið ákvað að gera til þess að það þurfi ekki að krefjast eins miklu af atvinnurekendum. En eins og ég var persónulega mjög mikið að binda mínar vonir við þessa leið, en núna eftir að þessi leið fór bara út úr húsnæðisnefnd yfir í fjármála ráðuneytið, þá ákveðu þeir að setja tekjuþak á þetta, þannig að núna getur ekki nærði jafn margir nota þetta og hefðu gert áður. Ég get ekki nota þetta lengur, þannig að ég er fastur eins og og ég örugglega heppnari en flestir. Ég hef verið í, áður en ég var atvinnulaus, var ég alveg vel launuðu starfi og ég bý nánast frítt í foreldrabílskúr. Þannig að ég hef alveg getað safnað. Ef ég var á leigumarkaði þá var það örugglega bara fjarlægur draumur. En Heldur þetta skáni, heldur þú eftir að syngja eins og Davíð Oddsson foreldrabílskúrinn þegar legið var einfalt og rómantískt þegar þú ert orðinn svona feitur kall og forsætisráðherra? Nei, ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því að þótt að maður hefur alveg litið svona bjart á svona, já, þetta er kósí og þannig, en sko leið og ég kemst í burtu þá ég gerir mér fullkomlega grein fyrir því hversu skítt það að búa svona og ég mun ekki syngja færa söngva það. En já, en þetta er þess dæmi þar sem að ríkið raunir búið að bregðast og kjarasamningurinn svo að samið, hann núna bara í lausu lofti og þegar það kemur haustið þá mun hann líklegast falla. Og já, ég skil ekki af hverju að það þarf að eins og setja þessi tekjumörk sem þeir settu inn á þetta. Sérstaklega út af því að þetta er gert eftir breskri fyrirmynd, þar sem basically sama leið var gerð í Englandi og Skotlandi og þar með áratuga reynslu, þar sem reynslan svo að ríkið græðir pening á þessu. Út af því að íbúðir hækki í verði, þannig að þegar þeir fá þetta borga tilbaka, þá þeir að fá þetta tilbaka með tekjum. Þannig að það virðist vera bara hugmyndafræðilega ástæða að ríkið eigi ekki að hjálpa of mörgum. Þá geta fólki, ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið í kvöld. Sjálfur Guðbrá Þorvaldsdóttir, Snorri Másson, Línu Sorri Gunnarsson Sederborg, Tjörfi Sjött, Díana Katrín Þorsteinsdóttir og Þorvarður Bergmann Kjartason. Þakka ykkur kærlega fyrir áhugaverð spjall, fróðulegt að hlusta á okkur og hlustendum þakka ég fyrir að hlýða á okkur. Rauða borðið, það þetta nálgast það á Facebook og líka á YouTube og það alveg að höra detta þannig að það líka að ná í það á helstu podcast veitum. Það gerist bara í nótt eða í fyrramánuð og ég hveti ykkur til að fylgjast með því og eftir munu fylgja aðrir þættir sem á samstöðunni, Hinn Reykjavík og Öryrkjaráðið og seinna meir Kotin heim sem nú komið í sumarleyfi. En svo á næstu dögum og vikum á fara að búast við að fleiri þættir verði til. Hveti ykkur til að fylgjast með því og takka aftur fyrir að gefa okkur tíma. Sjáumst á morgun klukkan 8. Takk fyrir.